Denni heiti ég. Hvað heiti þú? Benni. Ert orðin endanlega ruglaður Vífill. Ég heiti Karli og við erum þrælar Ingólfs Arnarssonar á leið til Íslands. Mér finnast þessar sjóferðir líka þreytandi en þetta ekki einum og mikið að þig góða? Sæll. Sæll. Ingólfur myndi brjálast ef ég tæki kistuna. Nei, hættu nú alveg. Ingólfur myndi brjálast ef ég tæki kistuna. Ég ekki þyrstur núna. Heyrðu, Karli. Hvað? Hvað að vera? Þú ert alltaf spenntur, Vífill. Það hefur ekkert markvert gerst hér síðan við lögðum að stað frá Noregi í síðasta mánuði. Hvar erum við? Ég held að þú sért orðin alvarlega sjóveikur, Vífill. Rétt eins og í gær, fyrradag og marga daga þar á undan, þá erum við á skipi Ingólfs Arnarssonar á leiðinni til Íslands til að nema land. Hvaða ár eiginlega? Það svona það bil 874. Bless! Skipsfélagar, nú sjáum við loks til Íslands og því tími til kominn að kasta öndvegisúlum mínum fyrir borð til heilla. Mun ég reisa mér bú, stórt og mikið þar sem þær koma að landi. Vífill og Karli, ég fel ykkur það verkefni að finna öndvegisúlur mínar. Ef þið hittið Hjörleif fóstbróður minn, sem kom vonandi að landi á sama tíma og við, þá berið honum kveðju mína. Heyrðu, Karli. Hvað? Hvernig datt Ingólfi í hug að nema land á Íslandi? Ertu búin að gleyma öllu? Ingólfur og Hjörleifur fóstbróður hans urðu að láta Atla Jarl fá allar sínar jarðir heima í Noregi til að ná sáttum við hann eftir að þeir drápu syni hans, Herstein og Hólmstein. Ingólfur og Hjörleifur ákváðu því að nema land á Íslandi sem Hrafnaflóki fann og við fórum til í fyrrasumar, Ingólfið og Hjörleifur eins og þú manst. Við erum bara þrælar Ingólfs og getum engu ráðið þetta. Ég nenn ekki að leita þessum öndvegisúlum. Eigum við ekki bara að leggja okkur? Ég gæti nú best trúa því að Ingólfur vilji sjá súlurna sínar aftur. Ó, það gott að vera komin með fast land undir fæturna. Hér vil ég vera. Láttu ekki svona, Vífill, komum okkur af stað. Af hverju heitir fóstbróður Ingólfs Hjörleifur? Hann hét fyrst Leifur en eftir hann fór í Víking til Írlands og fann þar lýsandi sverð hefur hann verið kallaður Hjörleifur. Hjör er nefnilega oft notað í ljóðum fyrir sverð. Af hverju heitir landið Ísland? Nadoddur víkingur kom fyrst til Íslands og nefndi það Snæland því hann sá mikinn snjó á fjöllum. Síðan kom Garðar Svavarsson hinn sænski til landsins og kallaði Garðarshólma í höfuðið á sér. Hrafnaflóki Vilgerðarsson fór næst til landsins og sá ís í hafinu við landið og síðan hefur þeir kallað Ísland. Af hverju drápu Ingólfur og Hjörleifur Hólmstein og Herstein, syni Atla Jarls?
Þeir voru vinir þangað til Hólmsteinn bað Helgu, systur Ingólfs. Hjörleifur vildi líka eiga Helgu og varð mjög reiður. Skömmu seinna drápu Ingólfur og Hjörleifur þá Herstein og Hólmsteinn. Bless! Ég gæti aldrei haldið á þessu. Hún er svo upptekin við að prjóna, ég held ég sé ekkert að trufla hana. Afsakaðu húsbóndi. Hefur einhverja hugmynd hvar öndvegissúlurnar munu vera niðurkomnar? Þær eru að öllum líkindum vestanmegin við okkur. Mér sýndust þær stefna þangað. Bless! Það er ekkert merkilegt inn í húsinu. Ég gæti aldrei haldið á þessu. Heyrðu, Karli. Hvað? Þetta er nú meiri drauga bærinn. Það er ekki nokkur sála hér. Er þetta eitthvað grín? Það ber ekki mikið á Hjörleifi og hans fólki. Ætli það sé sólarlandaferð. Nema þetta sé bara eins og þú segir, eitthvað grín. Þetta nær ekki nokkur í átt. Hvers konar gestrisni er þetta eiginlega? Engin heima og ekki einu sinni heitt á könnunni. Fólki hlýtur að hafa brugðið sér frá. Bless! Ekki þessa vitleysu. Nei, þetta þarf ég ekki. Ekki þessa vitleysu. Heyrðu, Karli. Hvað? Eigum við ekki bara að synda yfir? Þú fyrst. Gætu við ekki smíða fleka? Fleka? Í þessum straumi myndum við fljótt berast í hafsauga. Bless!